En við skulum byrja á Þorvaldi Gylfasyni, prófessor sem þekkir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn vel. Allt útlit fyrir að við fáum hjálp þaðan, en ástæða til að óttast á hjálp og aðferðir sjóðsins. Kristinn Hrafnsson hitti Þorvald. Frumregla sjóðsins þessi að við reynum að hjálpa löndum til þess að gera það sem þarf að gera, en þau hafa ekki afl til að gera á eigin spýturum. Og önnur reglan þessi að við skiptum okkur aldrei af stjórnmálum. Ég get gefið dæmi ef það samdóma álit sjóðsins og stjórnvalda að það þurfi að draga úr ríkishallanum, oft það vandinn, þó að þessi vísu einkahallinn sem vandinn hér, að þá sjóðurinn hlutlaus í afstöðu sinni til þess hvort að hallinn verður minnkaður með því að hækka skatta eða draga úr ríkisútgjöldum. Það einkamál stjórnvalda á hverjum stað. Sjóðurinn pólitískt litblindur. Hann kemur með nákvæmlega sama hætti fram við ríkisstjórnir sem kalla sig hægri stjórnir og við aðra sem kalla sig vinstri stjórnir og reynir að virða þessa reglu í lengstu lög. Og þriðja grundvallarregla sjóðsins þessi: við reynum að koma eins fram við alla, sýna öllum aðildarlöndum okkar sömu virðingu og sama tillit, en þó þannig að við tökum tillit til aðstæðina á hverjum stað. Að vísu breyttist verksvið sjóðsins svolítið í ljósi atburðanna sem áttu sér stað upp úr 1990 þegar kommunisminn hrundi með braki og brestum. Því að þá gerðum við sér grein fyrir því að þessi þrönga áhersla á peningamál og ríkisfjármál og gengismál sem höfðu verið ær og kýr sjóðsins allar götur fram á því átti ekki lengur við. Það var deginum ljósara að Austur-Evrópulöndin þurftu hjálp við skipulagsbreytinguna frá miðstjórn áætlunarbúskap sem hafði brugðist til markaðsbúskapar sem hafði gefið og gefur enn þrátt fyrir nýlega atburði góða raun í okkar heimsluta. Og þetta var til þess að sjóðurinn byrjaði að leggja á ráðin breytingar á innviðum atvinnulífsins, á skipulagsmálum atvinnuvega og þess háttar. Hann teygði arma sína víðar og við þetta bættist það að sjóðurinn hann brást við eldri gagnrýni þess efnis að hann legði of mikla áherslu á að kýla niður verðbólgu, jafnvel þótt að væri á kostnað hagvaxtar til langs tíma litið, og hann brást við þessari gagnrýni með því að segja við skulum taka hagvöxtin með reikningin líka. Þannig að fjórða reglan, ég er búin að nefna 3 sem sjóðurinn reyna að fylgja þessi: við ráðleggjum aldrei skammtímaráðstafanir upp á önnur bíti en þau að þau styrki hagvaxtar getu landsins til langs tíma litið. Þannig að sjóðurinn núna ekki bara skammtíma hjálparstofnun landa sem að lenda í ógöngum, ef við gjaldeyrisvandræði að tefla eða bankakreppu eins og við, heldur einnig hagvaxtarstofnun. Það að segja stofnun sem leggur á ráðin stefnubreytingar og skipulagsbreytingar sem eru til þess fallnar að bæta lífskjör til langs tíma litið. Þannig að áróður gegn sjóðnum þess efnis að hann sé andsnúin velferð og þar séu Chicago hagfræðingar svonefndir í fyrirrúmi, það bara alveg rangt. Hagfræðingasveit Gjaldeyrissjóðsins, og ég þekki mjög vel til þar því að ég hef unnið mikið með þeim aldarþriðjungsskeið, mjög lík bara hagfræðingastétt heimsins. Þarna eru hagfræðingar sem aðhyllast allskyns stjórnmálaskoðanir, en þær skipta ekki máli, ekki frekar enn í eðlisfræði eða líffræði. Sjóðurinn pólitískt litblindur, hann að vísu lítur stjórn sem að tekur meira tillit til Bandaríkjamanna og Breta og gömlu vesturveldana en hann ætti að gera, en jafnvel það líka í endurskoðun í því skyni að Kínverjar og Indverjar og Brasilíumenn og Rússar, þessi 4 stórveldi og lönd sem að eru lík þeim, fái í náinni framtíð meira hlutverk og meiri áhrif á stefnu sjóðsins. Það ekkert valda afsal til umræðu í samskiptum aðildarlanda við sjóðin. Þetta gengur þannig fyrir sig að sjóðurinn og fulltrúar hans setjast niður með stjórnvöldum, ræða fram og tilbaka það sem gera þarf. Áætlunin sem kemur út úr þeim viðræðum áætlun stjórnvalda.
þau eiga hana, þau bera ábyrgð á henni og þau eiga að framfylgja henni. Engin þjóð beygir sig undir önnur skilyrði en þau sem hún vill lúta. Skynsamleg afstaða heimamanna til gjaldeyrisjóðsins og ekki bara á Íslandi undir þessum kringumstæðum sem nú eru uppi heldur yfirleitt ætti að vera svo. Við erum þakklátt fyrir skjólið sem við fáum til þess að gera það sem við höfum reynst ófær að gera í öllum næðingunum hér heima. Og þetta hefur reynst mörgum þjóðum mjög vel áratugaskeið, en það eru undantekningar eins og Indónesíu 1998 þegar Indónesar sögðu við gerðum hluti sem við hefðum ekki átt að gera og þeir hafa einsett sér að leita ekki til sjóðsins aftur og það skiljanlegt af því að þeir brenndu sig, en þá verðum við að vera þessi minnu að fyrir 10 árum þegar fjármálakreppan skall yfir Asíu þá bara vissu hvorki hagfræðingar sjóðsins né aðrir margt af því sem við þykjumst vita núna í ljósi reynslunar frá Austur-Asíu. Við vissum ekki þá það sem við þykjumst vita nú það hvernig maður raðar aðgerðum í tímaröð til dæmis. Svo virðist vera sem vinir okkar og frændur á Norðurlöndum þegar til þeirra var leitað fyrir alllöngu hafi beint stjórnvöldum til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins því að hann svo stofnun sem við erum öll aðilar að sem kann einmitt högin í vandræðum sem þessum. Íslendingar eða stjórnin virðist ekki hafa vilja að hlíta þessum fyrirmælum eða tilmælum ef þau voru gefin. Og þessi saga virðist hafa endurtekið sig þegar stjórnvöld leituðu eftir gjaldeyrisskiptasamningi við Seðlabankann í Frankfurt og aftur þegar tala var við Seðlabankann í Washington. Því að það engin önnur haldbær skýring á því sýnist mér hvers vegna Seðlabankinn í Washington gerði gjaldeyrisskiptasamninga við Seðlabankanna í Kaupmannahöfn, Oslo, Stokkólmi og Helsinki án þess að hafa Ísland með. Og það kemur mjög óvart að ekkert hinna Norðurlandar skildi hafa mótmælt fyrir Íslands hönd og eina skýringin sem ég fæ séð á þessu og þetta hafa menn inni í bönkunum sagt mér að muni vera svo svo að Íslendingar hafi fengið tilmæli að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þeir hafi ekki sinnt þeim. Vandinn þessi, ef þú neitar að fara á Vog þá færðu auðvitað ekki leyfi fjölskylduna til þess að tjekka þig inn á Grand Hotel. Og þá virðist hún hafa vaknað þessi neyðarþörf fyrir að leita til Rússa og þar vandinn þessi. Ef að Rússar veita Íslendingum lán upp á 4 milljarða evra eins og rætt og setja engin skilyrði af því tagi sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn myndi setja í samráði við íslensk stjórnvöld, að þá gerir lánið miklu minni en hálft gagn vegna þess að gagnið sem að því að semja við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn það að þá leggur alþjóðasamfélagi blessun sína yfir hagstjórnina af því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að fallast á hana. En lán frá Rússum því myndi ekki fylgja neitt sambærilegur gæðastimpill.